Til stendur að loka flugbraut 0624 eða neyðarflugbrautinni svokölluðu á Reykjavíkurflugvelli en það er Reykjavíkurborg sem stendur á bakvið lokunina með fulltingi Isavia og verkfræðistofunar Eflu. Í nýrri könnun MMR kemur fram að 78% Íslendinga séu andvígir þessari lokun. Í janúar 2014 skipaði Isavia svokallaðan áhættumatshóp sem hafði það hlutverk að meta áhrif þess að loka þessari braut. Þorkell Ásgeir Jóhannsson, sjúkraflugstjóri hjá Mýflugi, sat ásamt fleirum í þessari nefnd en hann sendi á dögunum frá sér opið kærubréf til innanríkisráðuneytisins og fleiri ráðuneyta og annara þar sem hann gagnrýnir harðlega þá ákvörðun að loka flugbrautinni og vinnubrögð Eflu og Isavia og segir lokunina algjörlega á skjön við niðurstöður nefndarinnar. Þessi nefnd skilaði nú af sér síðasta vor í apríl niðurstöðum sem að sýndu að þetta var óásættanleg aðgerð og skilaði þeirri niðurstöðu til Samgöngustofu. Samgöngustofa sendi það tilbaka eftir einhvern umhugsunartíma með athugasemdum, 7 liða athugasemdum, 5 liðir sniðru nú eingöngu að einhverjum tæknimálum, tækniatriðum varðandi framkvæmdina hjá Isavia. Einn liður gekk út að komast að bakgrunni allra þeirra sem að tóku þátt í þessu nefndastarfi til þess að kanna hvort að rétt að þekkingin var til staðar eins og það var orðað í athugasemd Samgöngustofu. Og síðan var einn liður sem var svona efnisleg gagnrýni á niðurstöðuna og það hefur verið bitist út til síðan. Hvað er það sem? Það var nú túlkunaratriði. Vegna þess að þegar svona niðurstöður færast á blað þá er það ákveðnu formi sem að er tikkað við og það eru rauð og gul og græn svæði og það er leitast við allavega með svona úrlausnum sem að kannski nefndin kemst að eru mögulegar að koma öllu í grænu svæðin. Þá er sem sagt matið þannig að það sé óhætt að framkvæma það sem fyrir liggur. Þetta var allt í rauðu svæði sem sagt eins og niðurstaðan var frá áhættumatsnefndinni síðastliðið vor. Og það var einróma samþykkt allra nefndarinnar, líka fulltrúa Isavia þá, sem voru þeir sömu áfram, sko. Þessi svæði sem er tikkað í, þau gefa nú ákveðið bil, svona eitthvað, afleiðingarna geti verið frá þessu og til þetta. Síðan var túlkunin hins vegar notuð gegn okkur hagsmuna aðilum sem hefur verið kallaði svo og notendum flugvallarins með því að túlka alveg í toppnum, sko, mestu afleiðingar í þessu svæði sem að spanna samt miklu meira. Og þetta hafa síðan þessi fulltrúar Isavia verið að nota á okkur síðan og segja, já, þið mátuð flugvöllin bara stórhættulegan og lífshættulegan á þessara flugbrautar og við getum ekki samþykkt það. Og þetta var túlkunaratriði, það er líka hægt að túlka sömu niðurstöðu í botninum af þessu svæði í staðinn fyrir að þeir eru inn í toppnum og segja, já, þið metið að þetta sé svona frekar ólíklegt. Og það sem gerir svo í framhaldinu er að áhættumatsnefndin er kölluð saman aftur og það gerist í ágústlok. Þá var fundað í tvígang og þá sem sagt til þess að svara þessum athugasemdum Samgöngustofu. Það sem þá gerist er það að þá er þessi nefnd orðnar 2 fylkingar, annars vegar Isavia hlutinn, svona mest allavega, og hins vegar við notkurnaraðilar eða hagsmunaaðilar. Og þar einmitt var ásetningarsteinninn þessi, hvernig við mátum þessa niðurstöðu, eins og Samgöngustofa gerði athugasemd við. Nú, það voru þarna 2 fundir sem sagt, nefndin náði ekki saman niðurstöðu á þeim og það stóð til að boða 3. fundin. Það dróst hins vegar í 3 mánuði og við fengum engar upplýsingar hvað ylli því fyrir en allt í einu að það er hóað í okkur aftur. Það er seinni part nóvember. Og þá með það í huga að kynna fyrir okkur skýrslur sem verkfræðistofan Efla hafði unnið nothæfistöðul Reykjavíkurflugvallar. Þetta fengum við með örfára daga fyrirvari, við báðum að fá skýrslurnar aðeins fyrir fundin til að geta metið sem sagt fyrir fundin sjálfan, undirbúa okkur eitthvað, það fengum við ekki. Að öðru leyti er þetta 3 mánaða tímabil óútskýrt fyrir okkur. Nú við mætum á þennan fund og fengum að sjá þessar skýrslur og þær eru nú svona alveg glimrandi flottar fyrir þá sem að vilja helst bara loka þessu flugvelli og í það minnsta það er sem sagt fullir af það að nothæfistöður flugvallarins
án neyðarbrautarinnar svokölluðu sé 97% og alþjóðastaðlar, alþjóðareglur þetta kveða á að flugvöllur skuli uppfylla að minnst kosti 95% nothæfistöðul. Þannig að þarna var þetta orðið grænt ljós og við fórum að rýna þessar skýrslur og spyrja út úr og með engri niðurstöðu á þessum tiltekna fundi nema þegar á honum var lokið þá fréttum við að nákvæmlega sama tíma og þessi fundur voru haldin, sama dag og sama tíma. Þá voru skipulagsyfirvöld í borginni að samþykkja deiluskipulag fyrir hliðarendasvæði byggt á þessum skýrslum. Þorkell segir frá því að 2 dögum eftir þetta var áhættumatsnefndin boðuð á annan fund. Þar gagnrýndi hún þessi vinnubrögð og sýndi jafnframt fram á hagsmunatengsl milli Valsmanna og Eflu verkfræðistofu, en Efla vann skýrsluna upp úr gögnum áhættumatsnefndarinnar. Í kjölfar þessa fundar var nefndin leyst upp. En hvers vegna svona mikilvægt að halda þessari braut opinni? Þegar við erum að koma suður og vindurinn er orðinn þannig að hann er komin í efri mörk þar sem eru gefin upp fyrir þessa flugvél hér. Síðan er hálka kannski ofan í kaupið og jafnvel vindhviður. Og hvað eigum við að gera? Eigum við að snúa við með sjúklingin eða eigum við að fara að taka einhver áhættu? Og þetta býsna erfið ákvörðun og þeir eiga gott sem að þurfa ekki að taka hana, sérfræðingarnir hjá Isavia og Eflu til dæmis. Í þessu nefndastarfi þá fengum við gögn frá Isavia sem að voru yfirlit yfir hreyfingar á þessari braut. Þá liðin 3 ár, sem sagt 2012, 13, 14. Þá var ég búinn að telja yfir 50 hreyfingar á þessu tímabili. Og þar af 11, ef ekki 12, þar sem okkur hefði ekki verið kleift að lenda á Reykjavíkur flugvelli nema vegna þess að þessi braut var þarna. Við urðum að nota þessa braut. Og þið hefðu þá þurft að snúa við? Já, ef við hefðum ekki haft hana þá hefði ekki getað lent á suðvesturhorni landsins einu sinni vegna aðstæðna og flest hinna skiptana voru þess eðlis að þá hefðu við lent í hliðarvindi á einhverjum hinnabrautina mjög nálagt getumörkum flugvélarinnar til hliðarins lendinga og jafnvel í vafasömum aðstöðum eins og hálku eða vindhviðu. Og borð eru sjúklingar og það er nú kannski rétt að það komið þá fram að í öllum þessum tilfellum þegar við þurfum að nota þessa braut þá eru veðurfar á landinu gjarnan með þeim hætti að jafnvel allt annað innanlandsflug liggur niðri. Það eru sem sagt mjög stífar annaðhvort norðaustan eða suðvestan áttir og gjarnan af slíkum krafti að það telst varla að vera flugviður. Það þýðir það að öll útköll sem við förum, þau eru eingöngu forgangsútköllin. Þannig að þetta er ekki bara hvaða sjúklingur sem við flytjum í þessi skilyrði, það er bara þeir sem virkilega þurfa að fara. Það eru örfá dagar síðan að ég flutti nýbura 2 ára gamla reyndar en með hjartagalla í ferðarfósturunni okkar sem eru færanlegu súrefnis og hitagasi. Og það var reyndar daginn eftir að það hafði þurft að vera að nota þessa braut. Ég gæti reynda þennan dag og annarri braut, það var allt í lagi. En skilurðu, þetta bara sýnir hvað getur komið upp. Það komar stundum þær aðstæður að í stífum austanvindi að þá er vindinn kannski á milli neyðarbrautarinnar og þeirra sem heitir austur-vestur. En aðflugið að þeirri braut er alltaf ókyrrt í þessum skilurðum. Og þess vegna hef ég beðið sérstaklega braut 06, neyðarbrautina. Vegna þess að þar er miklu kyrrara aðflug. Þannig að aðstæður geta verið með þessum hætti líka. Þetta er ekki endilega nauðsynlegt að nota hana vegna hliðarins, en eitt skipti sem ég ætlaði að nefna í þessu var móður með fulla útvíkkun, búin að missa vatnið og þar með alla dempun. Og ég held að hafi verið til bóta að forða henni frá ókyrrðinni í aðfluginu og hinnabrautina. Þetta er svona dæmi hvað við erum svo oft að glíma við og þurfum að hugsa hagsjúklingsins aftur í hjá okkur. Þú sendir ítarlega greinagerð á innanríkisráðuneytið, samgöngustofu, velferðarráðuneytið og fleiri aðila. Hvað hefur
gerst eftir það? Hvað svör hefur fengið? Ég hef engin svör fengið enn frá því. Það að verða 2 vikur síðan að þetta fór inn, þetta erindi. Og þannig ég að lýsa mjög rækilega sem sagt því sem að gerist í vinnu Eflu og Isavia þegar þeir eru að komast að sinni niðurstöðu notagildi flugvallarins án neyðarbrautarinnar. Og það sem gerist það, ég er búinn að lýsa því hvernig fór með áhættumatsnefndina, það sem að reynslu þekkingunni í þessu máli úthýst. Það sem að Efla gerir líka í sínum útreikningum að úthýsa lykilbreytum í sínum, í þessum útreikningum til þess að nálgast sína niðurstöðu og það fyrst og fremst að ræða og það sem að ég lýsi sérstökum áhyggjum af hemlunarskilunum á flugbraut og vindhviðum. Og ég reyna að lýsa því mjög grúndikt hvernig sem sagt þessar breytur, hvað það skipta okkur miklu máli þegar við erum að meta hvort okkur sé fært að lenda í þetta og hitt skiptið í hliðarvindi. Þetta eru lykilbreytur, það skipta öllu og ég tek nú dæmi í þessari skýrslu þar sem að nærri var illa farið á flugvél í hliðarvindslendingu á holli braut en sem samt var búið að sanda og undirbúa mjög vel. Og allar forsendur bentu til að þetta í lagi en síðan lendir þessi flugvél og hún byrjar strax að rekjast undan hliðarvindunum út í jaðar flugbrautarinnar en sem betur fyrir fór hún ekki út af. Og þetta það sem að hefur til að mynda gerst í tvígang á Grænlandi á undanförnum 4 árum á 35 manna farþegavélum, þar af einni íslenskri án slysa á fólki sem betur fyrir svona nánast. En þarna eru 2 vélar ónýtar. Þetta eru mjög ítarleg gögn og mörg fylgigögn þarna með líka. Já. Hvað ertu að fara fram á? Hvað viltu sjá að gerast og hvaða umræða viltu eiga sér stað? Ég vil til að mynda að fengin verði til þessa verks að ná raunsannri niðurstöðu notagildi Reykjavíkurflugvallar án þessara flugbrautar af hlutlausum aðila. Að það veri fengin utanaðkomandi aðili og ég sé hann ekki hér innanlands til þess að klára þessa vinnu vegna þess að þetta eru rauninni falskar forsendur sem þarna eru gefnar og í öðru lagi vil ég gjarnan sjá það gerast að vinnubrögð Isavia verði í framtíðinni miklu vandaðri heldur en hafa verið í þessu máli. Þau eiga skilyrðislaust að vera fagleg og í samræmi við reglur sem gilda þetta en það farið fram hjá þarna. Ég vil fyrir vikið líka sjá það gerast að Samgöngustofa snúi tilbaka erindi Isavia sem var sent sem sagt fram hjá áhættumatsnefndinni sem drög að áhættumati með því að leyfa þessari flugbraut að fara. Því hefur verið haldið frá okkur en ég hef samt séð þetta plagg svona, það er smá lekamál í gangi og þarna sá ég allt í grænu sem forkastalegt. Ég var bara hneykslaður að sjá þetta. Og ég vil að sjálfsögðu reyna að komast hjá því að staða komi upp. Að við sitjum hérna frammi og við erum með einhvern forgangssjúkling hérna liggjandi hér. Og við þurfum að fara að taka ákvörðun það, eða að fara að lenda vélinni í vafasömu skilyrðum eða verðum við bara að snúa við.